Frönsku leiðin í hvað? Í lífeyrissjóðsmálunum. Rauninni þetta myndi koma til valda því að við værum með fljótlega ófjármagnað lífeyrissjóðskerfi. Já, nú verð ég bara að stöðva þetta, skilji. Þetta ekki svona brjáluð stefnubreyting. Undirliggjandi kröfur hafi gegnum árin verið þar og það þarf ekki annað en að lesa bara umsagnir við næst í hver einustu fjárlög sem hafa komið fram og það sé ekki verið að virða fyrri og aðrar greinar almannatryggingalaga. Það verið að hnykkja á þessu, það verið að taka mið af launavísitölu, það verið að virða bara mjög eðlilegar forsendur að allt í einu byrjar ekki hér og svo ertu komin hérna í gliðnun. Þetta ekki að fara að setja ríkissjóð á hausinn. Ég verð bara að stöðva þann part af þessu umræðu. Þarf að fara vel með fjármagn, já. Þarf að passa að ríkissjóður sé jafnvægi, já, það það sem við erum að gera. En bara við megum ekki alveg mála skrattan á vegginn í þessu máli. Þú veist, við erum ekki að fara inn í franska lífeyrissjóðakerfi með þessu og það heldur ekkert eðlilegt. Það ekki eðlilegt að öryrkjar og fólki sem á skertustu almannatryggingunum þurfast að alltaf vera að berjast fyrir því að fá bara hækkanir sem allur almenni markaðurinn að fá. Þetta ekki tvöfaldalágstóti, þetta verður allt í lagi, en það þarf að fara vel með hverja einustu krónu, Já, það getur fólk bara sofið vel. Hérna... Ég sef allavega ágætlega út af þessum máli. Það ekki? Já.